Jú, í ykkur spá, sjötta sæti í þessari spá, hvernig leggst það í menn? Jú, bara vel. Það er bara þessi sígildu frasar svona á þessum tíma árs. Spáðu bara spá og til gaman skerst og allt það. Við sem að stöndum á að gera betur enn í fyrra og enda þar alveg dómur en þetta. En eins og ég segi, þetta er bara innum annað út hitt og við höldum bara að undirbúa okkur og reynum að vera klárir þegar þetta hefst á fimmtudaginn. Miklar breytingar á þínu liði, hvernig fara menn af stað? Já, ágætlega sko. Það er náttúrulega búin að vera einhverjir hnökrar á þessum undirbúningi. Við erum búin að spila mikið af leikjum sem hefur gengið bara nokkuð vel og við fengið svari fullt af spurningum og allt það. En ég hefði svo sem alveg vilja vera komið lengra á þessu tímapunkti en það er bara svo það er og þetta blessast vonandi allt saman. Staðan á leikmannahópnum ykkar, bæði Grikkinn og Arnar hafa nú verið að díla af einhver meiðsli, hvernig er staðan á þeim og öðrum? Bara nokkuð góð sko. Mikaelis er búinn að æfa núna í einhverja 3-4 daga og lítur bara svona alveg þokkalega út. Við komum til með að gefa því einhverja viku 10 daga og sjá svona hvernig það fer. Hann er samt alveg með á 5. daginn. Arnar bara búinn að vera flottur síðan hann kom suður og ekki fundið neitt og bara er í toppstandi. Við hverjum að búast við að Grindavík í vetur? Ég veit það ekki, þetta er bara eins og sagði, mikla breytingar og ég er í rauninni bara að kynnast mínu lið og ég get í rauninni bara ekki svarað þessari spurningu á þessum tíma. Ég bara verið eiginlega viðurkenna það en ég meina eins og sagði áðan, við ætlum okkur að gera betur enn í fyrra og ég tel okkur vera með alveg flott lið og með eins og bara þetta gamla góða með góðri frammistöðu og þá getum við keppt held ég við hvaða lið sem er.